Komið í sæl og blessuð og velkomin á Fjölmiðla torgið. Þennan stór hættulega þátt, það var allt vitlaust fyrir viku. Í umræðu hatur og rasisma. En ekki vonaði að það verði jafn fjörlegt hjá okkur í dag. En gestir þáttarins eru góðir. Þeir eru Guðrún Hulda Pálsdóttir, ritstjóri Bændablaðsins og Skúli Bragi Geirdal, fjölmiðlanefnd. Verið þið velkomin bæði. Takk. Nokkurt afrek hjá þér, Guðrún Hulda, að ritstýra Bændablaðinu og leiða það til meiri vinsælda heldur en Morgunblaðið nýtur og jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu sem er nú saga til næsta bæjar. Já. Bændablaðið er vinsælasta blaðlandsins. Við getum haldið því á lofti, vinsælli en mogginn sem þó þarf ekki lengur að skilmast við fréttablaðið. Þannig að þetta segir manni nú að það er ansi margt á hreyfingu og internetið er að taka pláss þar sem ekki var kannski en þið hafið bara staðið ykkur mjög vel og mér langar að kynnast þér og blaðinu aðeins betur hérna á eftir og eins er margt hvað varðar ykkar störf sem að væri forvitnilegt, fjölmiðla styrkirnir og fleira sem við ætlum að ræða hérna á eftir. En hérna áður en lengra er haldið þá langar mig aðeins að nefna það að við blaðamenn erum alltaf að tala það að við höfum engan tíma til þess að klára okkar mál, þessi svo mikil moksturskrafa og ég mikil hérna við þurfum að vinna allt svo hratt og skrifa illa og það er alltaf verið að tala óskrifandi þessi blaðamenn og hann kann ekki uppsilón og veist, það er ömuleg málskrein við þekkjum kannski þessa orðræðu og ég hérna áður en ég fór að sofa í gærkvöld þá greip ég einhverja bók eftir Laxness og mér var svo skemmtilegt hérna það sem ég fann að þar er Laxness að held ég setja á svið samtal við einhvern snilling sem hann kallar hann heitir Friðrik Brekkan og þeir eru að ræða þeir eru að ræða texta tímann sem fer í textan og mér finnst það svona tengjast að nokkru leyti einu umkvörtunarefni blaðamanna þessa dagana. Enginn spyr þegar hann les próduktið hvað ætli hann hafi verið lengi að koma þessu saman eða hvernig datt honum það í hug og hvað varð hann að kaupa það dýrt og hvað mist hann á morgum sporvögnum meðan hann var að þessu. Sannleikurinn er sá að ekki má hætta við setningu fyrr en víst er að hún gæti ekki orðið betri þótt sjálfur Tagore væri kominn og reyndi að bæta hana. Og þá spyr skáldið Laxness, hvenær er frásögn fullkomin? Aldrei, sagði Brekkan. Þýðir þá nokkuð að vera að þessu? Spyr ég. Nei, sagði Brekkan. Á þetta þá ekki við lífið allt? Spyr ég áfram. Jú, sagði Brekkan. Mér veist þetta fyndið. Heyrðu, en hérna við skulum vaða í málmálana og ég kynnti þig áðan Guðrún Hulda sem popstjörnu Bændablaðsins að þú væri búin að rífa þarna lesturinn upp voru búin að sigra moggan en þá ber svo við að þú bara hefur sagt upp það ert bara að hætta. Já, ég hef unnið hjá Bændablaðinu núna í 10 ár Já. Og hefur ritstýrt í bráðum 3 ár og ég tók í rauninu bara frekar mikla fljótfærnis svona hvatvísis ákvörðun í flæðinu jólin að segja þetta gott í bili og leyfa öðrum að taka við þessu stórkostlega blaði sem þetta er. Já. Bara ómikil kjötsvimi Hvað segirðu? Ómikil kjötsvimi á aðfangadag Nei, í rauninni ekki sko þú veist, ég hef náð markmiðum sem ég setti mér sem ritstjóri sem að fólst í því að auka við lestur og bæta efnistökin bæta svona fréttaskýringar og vinnslu á blaðinu bæði innra starfið og svo líka ytra starfið og að ná inn í rauninu höfðu við markmið að ná inn fleiri ungum lesendum og það sýnir sig í prentmiðlakönnunin að lestur á Bændablaðið hefur almennt aukist en sérstaklega mikið meðal yngri kynslóð sem er ótrúlega jákvætt. Við höfum allir mörg ár og það er líka við sko bara fólk finnst bara eitthvað eðlilegt en það er ekkert sjálfgefið. Við höfum verið mest lesni prentmiðlinn á landsbyggðinni í mörg ár og í fyrra náðu við því markmiði að vera mest lesin á landinu
og svo núna mitt í byrjun árs það komið ljósa að við erum mest lesni prentmiðl á höfuðborgarsvæðinu. Það ekki eiginlega bara stórmerkilegt? Mér finnst það, hlutlaust mat. Einmitt. Sko, það spurning hvort það líka að einhverju leiti til marks aukin áhuga okkar á hlutum sem gerast utan höfuðborgarsvæðisins. Hefur þið dottið það í huga? Þetta sé ekki bara frábæri blaðamennsku ykkar að þakka sem ég hugsaði sé nú kannski það sem skiptir mestu, heldur líka bara svona að áhuga sig í Íslandinga sé einhverju leita breytast? Það er frábært að fólk láti sig efnistök allra fjölmiðla varða og þessi atvinnugrein er náttúrulega einn af svona grunnstóðum samfélagsins, þess að landbúnaður og það fylgir því að búa út á landi og bara allir þessi málefna flokkur frá því bara hvernig við græðum upp og ræktum jörðin okkar til þess hvernig matu borðum, það í raunin málefna svið bændablasins og það er bara frábært að fólk skuli láta sig það varða. Hvernig lifið þið af? Hvernig ykkar rekstrar umhverfi háttað því að umræðan hjá okkur hérna síðustu vikur á mánudögum hefur að mörgu leyti snúist ömurlegt rekstrar umhverfi íslenskra fjölmiðla? Já, sko bændablaðið við erum rosalega fá sem höldum, við erum sko 6 starfsmenn í fullu starfi sem vinnum með bændablaðið að framlega allt þetta efni. Launakostnaður er ekki gríðarlegur? Þannig að launakostnaður er ekki gríðarlegur og hlutir eins og fjölmiðlastyrkir, þeir eru rosalega mikilvæg fyrir bændablaðið. Núna ég alveg mjög mikið inn í rekstri, ég var einu svona auglýsingastjóri og svo það bara þannig að því að yfirbyggingin nær engin, að þá ritstjóri rauninni hálfgerður framkvæmdastjóri líka og dreifingastjóri og áskrifstastjóri sko, þannig að ég sé það bara að sko fjölmiðlastyrkurinn það sem hann hefur farið í undanfari ár í rauninni bara að mæta hærri rekstrakostnaði þegar kemur að prentun og dreifingu blaðsins. Það hefur ekki orðið til þess að við höfum til dæmis geta fjölga blaðamönnum eða gefið blaðamönnum meira rými til þess að vinna sitt efni lengur sko. Þannig að það í rauninni, hann rosalega mikilvægur að við höldum okkur réttum með við núlið, en við erum bara svona rétt að tæpast af aðeins sko. Ertu með það í höfðinu hvernig það skiptast ykkar tekjur styrkir, auglýsingar? Nei, ég myndi halda samt að auglýsingarna séu mikla herri sko. Þetta sé hluti að fjölmiðlastyrkurinn samt sko. Eru þið með fastan styrk? Við höfum fengið síðustu ár alltaf aðeins meira, ég man ekki hvað við fengum síðast 16 millur held ég. Já. En hérna prentunin, hún í prentvél Mogans líka? Já, hún upp í Hádegismám hjá Landsprenti og það gerist náttúrulega í COVID að heimsmarkaðsverð á pappír hækkaði upp úr öllu valdi sem að við þurftum þá bara að taka á okkur. En svo það með dreifinguna, þá þetta dreift á 3 mismunandi vegu og það gerist í ársbyrjun og síðasta ári að Íslandspóstur hættir að bjóða upp á þjónustu sem við nýttum okkur sem hét aldreifing á landsbyggðinni. Þeir bara skáru þann þjónustulið niður og í rauninni sögðu að við þurftum þá að fara í póstþjónustu sem þýddi að við hefðum þurft það var áður sko borið út ómerkt út allt, en þá þurftum við að plasta og nafnmerkja og borga og það var bara mörg 100% hækkun á dreifingakostnaði sem blasti við okkur. Þannig við þurftum að taka til okkar mála til einhvern veginn að reyna að mæta því sem var til þess að dreifingin ekki jafn öflug og hún var, þó hún sé öflug, hún meira á þessum almannarýmum eins og í verslunum og sundlaugum. Ég nálgast blaðið í sundlaug Vesturbæjar. Og svo mjög margir sem bara vilja þá vera áskrifendur sko, það hægt að vera áskrifandi og þetta fer til nafnmerkt til félagsmanna Bændasamtaka Íslands en það sem ég fannst áhugavert í öllu því þegar það átti sér stað var að ég var að skoða þetta hluti af lögum dreifingu að Íslandspóstur ætti að vera að sinna svo kallari alþjónustu, ég held að það sé orðið í lögunum, alþjónusta. Í Noregi, maður þarf ekki að líta lengra til Noregs, þá hluti af alþjónustu dreifing fjölmiðla, en það ekki í lögunum hér. Já, áhugavert. Þannig að og með því þá þurfa þeir ekki, þeim ber engin skylda til að koma fjölmiðlum, prentmiðlum, þannig að ég held að þessi dreifing alþjónustu hafi líka haft áhrif á litlu fjölmiðlan út á landi, það ekki rétt hjá mér. Eru þið áróðursblað? Eru þið að gæta hagsmuna landbúnaðarins og bænda? Það erindi útgáfunar að reka áróður
Nei, það ekki erindi útgáfunar að reka ár og þetta reyna að fá okkur í eitthvað rifrildi og getur spyrja Sko, eignarhald fjölmiðilsins skýr og hann bara, þú sér það í heitinu á blaðinu, þetta bændablaðið, það í eigu Bændasamtaka Íslands ritstjórnin algjört sjálfstætt batteri og ekki og þarf ekki og ekki undir áhrifum frá stjórn Bændasamtaka Íslands við ég meina málefnin, það sem við erum að ræða náttúrulega landbúnaður, við höfum þekkingu á því, við höfum aðgang að upplýsingum það og þannig ég myndi halda að við erum ekki endilega bara einhver svona ógaggrinin málpípa landbúnaðar, heldur erum við líka sá miðill sem gaggrínum þessa atvinnugrein hvað mest af öllum fjölmiðlum myndi ég halda. Komist upp með það? Þið komist upp með það? Þú veist, mér sýnist það. Við höfum alveg og haft leyfi og erindi til þess að rýna í alls konar málefni sem ekkert endilega þægileg fyrir bændur eða fyrirtæki í landbúnaði. Hérna Skúli, þú ert með, við vorum að skoða hérna áður við fórum inn í stúdíóið trúverðuleika gögn, hvað Íslendingu finnst fjölmiðla og við tókum eftir því að Bændablaðið var að skora býsna hátt hjá fólki, að fólk telur hvort sem til vinstri eða hægri að það megi treysta Bændablaðinu. Sannarlega, sko. Við viljum að spyrja hvort þið séu óháð pólitískum efnahagslegum eða sérhagsmunum og það var bæði til vinstri að hægri var lítil sveifla og í raun flest sem segja mjög sammála að taka undir það að þau séu óháð sem nokkuð gott samhliða þessum tölum lestur þannig að það segir okkur að það ríki traust en auðvitað það líka þannig að það þurfi ekkert allir fjölmiðlar að vera þannig að þeir séu algjörlega hlutlausir ef að eignarhaldið skýrt, ef markmiðið skýrt upp á borðum, þá það auðvitað að sjálfsagt, það þarf ekki alltaf að vera alveg þannig að ég fjallum alveg alla hliðar og alveg ópólitískur og alveg hlutlaus, það ekki þannig ef ég bara segi frá því. Mér finnst sko svona þægileg tilbreyting að segja góða fréttir af Bændablaðinu miðað við að við erum búin að vera svolítið í dauða og djöfull umræðu hérna síðustu viku en sko hérna þú sýndi mér líka að Ríkisútvarpið þegar landsmenn eru spurður Ríkisútvarpið þá eru ólíkar skoðanir hjá vinstrimönnum og hægrimönnum gagnvart RÚV. Já, það nokkuð ljós sko. Getur aðeins farið yfir það? Já, RÚV að skora þar bara mjög hátt í bæði þeim sem eru mjög að hluta til sammála því að þau séu óháð vinstramegin en þegar við skoðum stjórnmálaskoðanir hægramegin að þá fellur RÚV töluvert niður listan og þá eru það farnir að vera miðlar eins og Vísir, Stöð 2, Morgunblaðið og reynda Bændablaðið sem eru þar efstablaði. Já, hægri, sko, ef við reynum að einfalda þetta, hægri menn þeim líkar við Vísi og Stöð 2 og Moggan og Bændablaðið, jafnmörgum eins og vinstrimönnum líkar meira við Ríkisútvarpið. Já, verðist það, og Vísir hefur reynda líka nokkuð traust þeim megin líka, sem auðvitað gott og það fínt ef að við höfum og það eiginlega nauðsynlegt að við séum einhverja miðla sem að ná dekkun frá hægri til vinstri. Ég ekki að segja allir, en bara þannig að við sjáum ekki svona þróun eins og við sjáum í Bandaríkjónum þar sem við erum með bara hægri og vinstri miðla og það eiginlega enginn sem nær að vera þannig að hann dekki báðar hliðar og kannski ekki dekka þær endilega pólitískt heldur bara nái til hlustenda eða lesenda sem eru annarkvort vinstri að hægri svona á þessum pólitíska ás. Já. Af því að við Guðrún Hulda vorum aðeins að ræða rekstrarstyrkina, fjölmiðlastyrkina hvað þetta gamalt fyrirbæri í íslenskri fjölmiðlasögu? Þetta kemur inn í COVID, þá koma COVID styrkir í kjölfari koma þessi styrkir til einkarekinna fjölmiðla og það hefur ekki verið sko, mikill fyrirsjáanleiki, þetta hefur verið svona fyrirkomulag sem hefur verið endurnýjað og það hefur kannski vantað og margir fjölmiðla kalla eftir því að vita að þetta sé að koma á ári hverju
af því að þetta náttúrulega stóra mikil umsókn sem þarf að leggja í og það þarf að opna þarna alls konar fjárhagsleg gögn og ýmislegt, þannig að þetta vinna að skilin þessari umsókn og kannski eitthvað sem að menn myndu líka kannski þá vilja vita fyrir ekstra árið, kemur inn styrkur, þarf við ekki ráð fyrir að hann komi ekki, því margir miðlar eru þarna þá annarkvort kannski rétt öðru megin við núllið og þetta getur bara skipt miklu máli og það þarf að gera ráðstafanir ef það er ekki styrkur að koma en hann hefur verið að koma svona síðan í COVID. Já, og kannski skiptir það stærstu fjölmiðlana minnstu máli, kannski það þess vegna sem að þeir hafi svo mikla bjargir til þess að fjármagna sig, kannski þess vegna sem að ríkisstjórnin núna segist ætla að lækka þakið á hæstu styrki, en maður finnur ekki síst fyrir því að ég bjó nú 25 ár út á landi og var blaðamaður allan þann tíma meira minna að ég veit að nokkrar millur sem koma til héraðsfréttamiðils geta haft allt forsendur, rekstrarforsendur að segja, bara það besta mál. En þetta verður svona kannski aðeins umdeildara þegar kemur að þeim miðlum sem að leggja meira upp úr aðhalds- og eftirlitshlutverkinu og svo kallega varðhundshlutverki, það hefur verið bent á að sá ráðherra sem að kemur færandi hendi og dælir peningi í mig sem fjölmiðlamann og minn fjölmiðl, hann sé ólíklegri, eða ég sé ólíklegri þegar ég tek á móti peningunum til að spyrja þannig ráðherra gagnrýnina spurninga sem að þyrfti að spyrja, og það er svona ýmislegt sem að kallar á spurningar allar þessar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir íslensku fjölmiðlalandslagi vegna í fyrsta lagi hver fá við erum og líka vegna ákveðnar einsleitni. En þarna er líka mikilvægt að það séu ákveðnir veggir á milli og til dæmis svo fjölmiðlanefnd er sjálfstæð að því við viljum heldur ekki að ráðherra geti haft þar bein áhrif til dæmis til þess að beita þá viðurlögum gagnvart fjölmiðlum sem eru að gagnrýna þá störf þess ráðherra. Það gengur ekki. Fjölmiðlanefnd annast umsýslu á umsóknunum en síðan er skipuð úthlutunarnefnd sem að tekur ákvörðun. Þannig að það er ekki fjölmiðlanefnd sem tekur loka ákvörðun það hvernig styrkjunum er úthlutað. Og síðan eru bæði starfsmenn fjölmiðlanefndar og skipunemnd, þannig að hérna erum við alls konar veggi sem er búið að setja þannig að við séum ekki og þessi styrkir séu ekki nýtti til þess að það er að vera að beita þeim með útluta og þess vegna fer líka í töðramanninni þegar maður sér þingmenn eða jafnvel ráðherra sem eru fattir að setja út á þessa styrki að því að fjölmiðlar eru óþægilegir. Þeir eru að sinna sínu hlutverki. Þú þarft að minnst að kosta að gæta mjög tímasetningarinnar í gagnrýnin á þessa styrki. Ekki gagnrýna styrkina á sama tíma og spjótin beinast að þér í gagnrýnum fréttum. Það er allavega ágætis leiðbeining. En það sem ég var kannski aðeins líka að vísa til, það er það sem ef Ásta Lóa hefði bara ákveðið, ég ætla að leggja niður alla fjölmiðlastyrki, þá hefði hún kannski fengið á sig harðari spurningar frá fjölmiðlunum sem væru drullufúlir yfir því að þeirra lífsbjargir væri nokkur leiti fyrir bí, heldur en til dæmis sá ráðherra sem kannski seinna kemur og segir ég ætla að bara fimmfalda fjölmiðlastyrki og þið bara fáið öll alveg rosalega mikla peninga frá ríkinu. Þannig að þetta var orkar náttúrulega allt tvímælist á gjörtir, útverslunar í þessu, ekki satt. Jú, algjörlega, og þetta er ekki yfir gagnrýni hafið. Þetta fyrirkomulag og ég held að sé mjög margt sem er alveg verðt að skoða í því hvernig þessum styrkjum hvernig þeir eru reiknaðir út og útlutað. Þannig að ég held að það sé alveg sjálfsagt að taka umræðum það. En það er áhugavert að heyra þið segja að þeir hafi skipt mjög miklu máli, þessi styrkjum fyrir ykkur. Já, ég get ímynda mér fyrir minni fjölmiðla þú vísi það að þetta sé bara algjör lífsbjörg fyrir þá og við hljótum að vilja hafa sem flesta starfandi fjölmiðla menn á landinu að greina samfélagið. Fjölmiðlun er bara gífurlega mikilvæg og allt sem að leggur grunn að því er gott og svo má náttúrulega bara rífast hvernig þessi styrkir eru úthlutaðar allar reglur en þetta skiptir held ég miklu sköpi sérstaklega fyrir prentmiðla af því að kostnaður við prentmiðlun er orðin dýrari. Já. Sko, það er margt sem bendir til þess að það hrikti bara í þessum rekstri ansi við og líka að það hrikti í hugmyndum okkar fjölmiðla og gildi fjölmiðla og það hefur alltaf verið að renna saman meira og meira það sem einstaklingur gerir og birtir og það sem að kallast fagleg vinna fjölmiðis eða margt sem bendir til þess að svona skil okkar á því
hvað sé unnið og vandað ritstjórnarefni og hvað sé bara einhver svona skoðun að þarna skilin sig að mást út. Þetta sannarlega annar vandi sem þið eru svolítið að glíma við hjá þenni stofnun, ekki satt? Jú, og við erum auðvitað eins og í upplýsingaumhverfinu sem við búum í dag, eins og nefnir að skilin eru kannski ekkit alveg ljós milli fjölmiðils og samfélagsmiðils og sérstaklega ekki í hugum yngra fólks sem að nýti samfélagsmiðla mikið til þess að nálgast upplýsingar og þar eru við auðvitað með virka algoritma sem eru að reikna út og persónusníða og klæðskera sauma efni að okkur sem ekki það sama og birtist mér þegar ég opna fjölmiðil. Á sama tíma finnum maður að í okkar rannsóknum að helmingur fólks heldur sér upplýstum í dag án þess að fylgjast með fréttum. Það, já. Og það þykir mér mjög mikið. Það ný könnun, nýleg? Við erum búin að spyrja þessar spurningu 3 sinnum. 2021 var þetta 44%, svo fór þetta upp í helming 2022 og það svipað hlutfall núna undir lok árs 2024. Og spyrjiði fólkið af hverju það fylgist ekki með? Við höfum svona, í seinustu könnun fórum við að skoða fréttaforðun, fréttaþreytu sem sannarlega fólk að finna fyrir. En þá velti maður líka fyrir sér ef ég fréttaþreytan, mér finnst fréttir of neikvæðar. Það auðveldara fyrir mig þá bara að sleppa því að fara inn á fjölmiðla í rúndinu mínum, heldur að slíta naflastrengi með samfélagsmiðla. Það sem ég með alls konar hópa og tengingar við fólk. Mér langar til þess að hætta á Facebook, en mér finnst ég ekki geta það. En þá auðveldara að sleppa hinnu. En þegar ég fyrir að kannski að skoða það, þá ég að fá meira og meira af neikvæðum fréttum inn á samfélagsmiðlunum, meira kannski heldur inn á fjölmiðlunum. En þegar við erum í þessu upplýsingaumhverfi, það mikið, þetta skoðanir, þetta byggt á heimildum, þetta faglega unnin frétt. Í þessari óreiðu allri, þá eru þetta samt fjölmiðlarnir björgunarbáturinn. Og þess vegna sjálfsögðu við viljum sjá sem flesta raddir, sem flesta mismunandi fjölbreytta fjölmiðla, það eru bjarginnar okkar í þessu umhverfi. Já, sko, það ákveðin heimsenda ótti núna sem ekki hefur verið í eins mikill í tölvunum tíma. Við vitum það að alþjóðamálin eru í ákveðinni klessu og það kann að tikka eitthvað inn í það að mér finnst ég alltaf verið að hitta fólk sem segist ekki treysta sér til þess að fylgjast með fréttum. Sko. Það vill bara loka sig af einhvers staðar upp í sveit og af því það rætt, af því það vill ekki verða fyrir meira svona röskun. Ritstjórnar stefna sko, er hætt við því að hún breyti svolítið bara svona eftir tíðaranda frá tíma til tíma eða verða fjölmiðlar alltaf á öllum tíma að vera hafnir yfir allt það sem að gerast í heiminum. Hver ykkar take á það ef við byrjum á þér? Hulda? Ritstjórnarstefna er ritstjórnarstefna á Bændablaðsins er hún alltaf miklu bara í berg eða tekur hún með að breytist hún eftir því sem að samfélagi breytist? Ég meina held að fjölmiðlar eiga breytast alltaf eftir því sem samfélagi breytist, þeir eru að endurspegla samfélagið eða eitthvað leyti. Það ritstjórnarstefna er ekki meitluð. Jú, hún er skráðin í fjölmiðlum, enda ekki. Heimsenda ógn og það að fólk sé þá í forðun, það pæli því, eða? Já, samanberð þetta sem hann að segja, það eru færri sem fylgjast með fréttum. Þá gæti manni dottið í huga með að vera að starfa á fjölmiðl og ég ætla að skrifa öðruvísi fréttir. Ég ætla bara að hætta með fréttir. Ég ætla bara að vera með eitthvað glaðlegt og jákvætt og svoleiðis, skilurðu. Það er það sem ég... Já, sko, ég hef það bara, ef ég hef það bara út frá reynslu okkar og bara viðmóti, þú veist, það er kannski einn af ástæðunum fyrir að Bændablaðið er vinsælt og raunber vitni er að viðhorf lesenda gagnvarti er jákvætt. Fólk finnst gaman að fylgjast með hvað venjulegt fólk er að gera og við erum að einbeita okkur að því að endurspegla alls konar spennandi, hvort sem fólk er í nýsköpun eða er í einhver rannsóknarstörfum eða bara bændur sem eru að starfa við sitt skiluru í sín daglega lífi og það er í rauninni þrennt í þessu sko viðmóti gagnvart Bændablaðinu þegar kemur að þegar við erum að afla okkur upplýsingar sko, að við eiginlega bara undantekningarlaust mætum alveg rosalega góðu viðþorfi hjá fólki. Það er tilbúið að tala við okkur, hvort sem það er í formi eitthvað sem kemur í viðtal og er með skoðanir síðan, eða bara við í alvöru arka inn á atvinnusvæðið þeirra, bara inn á vinnustaðan og taka myndir inn á heimilu þeirra og vídeo jafnvel, og þau bara fólk treystir okkur að
miðla upplýsingunum að miðla þeim heiðarlega. Aðgengi að heimildum mjög gott. Og svo það annað, náttúrulega þessi lestur, þú veist, að fólk les blaðið sem hlýtur að þýða að það treysti blaðinu og tölurnar sína það, eins og við höfum komið inn á. En svo það þriðja og það sem ég sé alveg og alveg áberandi að aðrir miðlar virðast taka okkur sem fordæmi. Að því að maður sér mjög oft að stærri miðlar, sjónvarpsmiðlanir, taka upp efni Bændablaðsins og svona endurspegla það, bergmála það, jafnvel með sömu nálgun og jafnvel með sömu viðmælendum, og það enn annað traustið, það þetta áframhaldandi bergmál, og það oft á tíðum jákvæðu fréttinar. Fólk kannski, ég veit ekki varandi þessi heimsenda ógn og ég skil ekki alveg hvernig við að tengja það saman við ritstjórnarstefnu, sko. Nei, kannski bara mjög heimskuleg spurning. Ég veit það ekki. En sko, bara svona forvitnileg tæknispurning. Þegar þið tækið fréttaviðtöl á Bændablaðinu og viðmælandinn segir, má ég fá að lesa yfir það sem þið hafið eftir mér. Hvað segið þið þá? Sko, það náttúrulega regla að viðmælandi má lesa yfir allt sem haft eftir honum. Svo það bara undir blaðamannum komin hvað hann gerir við annað, restina. Ég hef þá, það sem skiptir mig mestu máli að viðmælandinn sé ánægður með greinina. Þannig að ég oft á tíu sérstaklega með stærri viðtöl, þá sendi ég bara allt heila klappið, Mér finnst það bara sanngjarnt að þau sjá hvernig þau eru sýnd, og það bara mín persónulega ákvörðun, því að ég vil fyrst og fremst að viðmælandinn sé ánægður. En auðvitað ef hann ætlar að fara að breyta ykkur ægilega miklu, þá ég tek alveg afstöðu til þess, En hvað gerir þú? Ég? Já. Það veltur náttúrulega á hvaða fjölmiðli ég að starfa. Já. Og vinnureglunar eru ólíkar eftir þeim fjölmiðlum sem að maður hefur starfað á. Mér langar kannski að fara úr þessu sem að Guðrún Huldu var að segja, yfir í þá hina, ef förum frá þessum punkti yfir í aggressífustu blaðamennina, sjálfstæða rannsóknarblaðamennsku sem sem gerir allt vitlaust, og það sem getur verið mikið hatur á milli viðmælenda og blaðamanna og bara mjög mikil átök, og blaðamaðurinn ekki að velta því fyrir sér hvort viðmælendur ánægður, heldur hann þykist hafa komist á snóður eitthvað sem mjög mikilvægt að birta og mjög mikil hiti í viðmælendum vegna þess og þeir eru að reyna að fá þau til þess að birta ekki fréttina. Ég veit ekki hvort þú hefur lesið frá Helga Seljan í bókinni Besti finnur aðal, sem eftir mig og fjallar spillingu, hvernig Samherji reynir að stöðva af fréttaflutningin löngu áður en skúpið kemur Namibíu, málinu og allt það. En eru þið hjá þinni stofnun, eru þið einhvers konar skjól þegar uppkoma svona átök að blaðamennskan þarf styrk og stuðning? Í sjálfu sér ekki nei. En þetta samt óbáslega góð spurning og nauðsynleg, því að við höfum alveg fundið fyrir því. Ég hef starfað hjá miðli sem út á landi og þú hefur gert það líka, og þegar við horfum á Ísland þá erum við það fámenn að við erum í raun svolítið eins og bara staðamiðl í allir miðlar, af því við erum bara með það mikla smæð í okkar samfélagi, sem því það verður erfitt að fjalla þessi erfiðu mál, og þetta, maður hefur alveg séð því miður mjög marga af okkar svona öflugu rannsóknarblaðamönnum meira og minna að gefast upp, af því að þetta er erfitt, þetta er þungt, þú verður fyrir miklu áreiti, og það ekkert bakland. Þannig að ég held að sé alveg verðt að við vörpum því fram hvað eigum við að vera að gera fyrir þetta fólk, því ekki getum við mista allt saman úr fréttamennsku, úr blaðamennsku. Fjölmiðlinn þar sem við komum til starfar, í mínum huga á líka að halda betur utanum þessa starfsmenn, verja þá, að því að við vitum það að þetta getur verið gríðarlega mikið áreiti sem þú færð, og ekki bara endilega frá þeim sem út að fjalla heldur líka bara úr almenningsumræðu inn á kommentakerfum, símtöl og alls konar áreiti. Ég ekki með fullkomið svarið að lausna þessu. Fjölmiðlar nefndir ekki sérstaklega með ábyrgð á þessu leiti, en stærri fjölmiðlar held ég að gætu reynt að gera meira fyrir þetta starfsfólk. En nú bara auka vandi að það svo mikið polarisering á milli fjölmiðla. Við skulum bara orða á mannamáli, það hatur á milli Morgunblaðs og Ríkisútvarpsins. Það bara þannig. Og það líka það að blaðamenn sameinist hagsmuni sem við ættum öll að hafa gagn af. Það hefur bara verið
maður hefur saknað þess mjög í dagana rás og núna sem aldrei fyrr. Þórir Snær Júlíusson, hann satt í þínum stól núna í síðustu viku. Hann sagði tvennt í fyrsta lagi þegar hann ákveður, af því þetta alveg rétt sem hún segir, með bara margt af okkar hæfasta fólki, það hefur gefist upp. Það komið yfir í annað. Í fyrsta lagi þá sagði hann að áreitið hefði kannski verið megin ástæða þess að hann hætti sjálfur blaðamennskunni, mjög mikilvægur blaðamaður, greinandi blaðamaður. Hann sagði líka að hans mat væri það að staða fjölmiðlunar hefði aldrei verið veikari heldur en akkúrat núna. Hún væri algjörlega ömurleg. Og ég veit ekki, sko, það er eitt, þið eruð ekki með tölur hvorki þiðni blaðamannafélagið virðist vera, sko, hver blaðamannum hefur fækkað mikið aktíft núna á síðustu árum. Þyrftu ekki að fá einhverjar upplýsingar það. Og það er annað sem ég velti fyrir mér, er rétt að almannatenglar og blaðamenn séu í sama félagi. Nú þekki ég ekki með félagi bæði blaðamann og almannatengla, en varðandi hitt við kannski helst þetta því eins og tölur í Hagstofunni varðandi starfandi blaðamenn, gögn skipta okkur miklu máli og það er svona mitt hlutverk í fjölmiðlandi er að afla alls konar gagna, rannsóknargagna og sjálfsögðu ættum við að vera með gögn þarna en við höfum alveg séð það mikla breytingar þegar við missum út Fréttablaðið, Hringbraut, N4 og þetta var auðvitað að valda okkur miklum áhyggjum og við vorum að tala þetta bæði okkar svona norræna og evrópska samstarfi að þetta var auðvitað stórmál þegar við missum út þetta stóra fjölmiðla úr umræðinni og ég held að við getum alveg tengt það inn í að fólk kom til Hringbrautar og N4 til þess að fá kannski ákveðna hvíld í ákveðna jákvæðni sögur af fólki og landi og þjóð. Jú, við þurfum að bæta í gögn þegar kemur að þessum vettvangi og ég get alveg tekið undir það að umhverfið í dag er erfitt. Hér er ekki mikil menning fyrir því að greiða fyrir fréttir. Mikilvægasti fjölmiðlinn, mikilvægasta miðlunarleiðin í huga fólks eru ókeypis fréttamiðlar á netinu. Síðan kemur sjónvarp, útvarp og samfélagsmiðlar. Þeir miðlar sem við notum mest eru ókeypis fréttamiðlar og samfélagsmiðlar. Þannig að það ítir enn frekar undir það að við séum ekki að borga fyrir fréttir og við viljum ekki borga fyrir fréttir og við viljum fá fréttir sem eru stuttar, grípandi og grípa okkur strax. Þannig að þetta er auðvitað óbúslega vandasamt umhverfi og það er kannski fyrst og fremst það líka sem þarf að styrkja. Jú, líka prentkostnaðurinn og allur sákostnaður sem að eykst en líka það hvernig þessar tekjur eru allar að breytast því ef að samfélagsmiðlar eru næst vinsalasta leiðin til þess að nálgast fréttir ekki hafa fjölmiðlarnir mikla tekjumöguleika sérstaklega þar. Nei, sko við heyrum það að auglýsingaféð hér innanlands það rennir núna 60% til erlendra efnisveitna Facebook, Google og þessara risa miðla. Þannig að sko ef það er hvorki áskrifenda fé nýja auglýsingafé og Ríkisútvarpið með 9,2 milljarða alls þarf rétt 6 í nefskatt og 3,2 milljarða auglýsingar sem að einhverju leyti það er auglýsingar færi til annarra miðla, það er færi ekki til Ríkisútvarpsins að það eru ansi margir sem að bara upplifa ástandi núna þannig að bændablaðinu líður vel og þess vegna er alveg frábært að fá þig hérna í heimsókn því að þú ert svona hálfgert frávik miðað við fjölmiðla heiminn, það er allir að barma sér nema eitthvað gengur vel sem er ræðislegt en sérstu Ríkisútvarpið er hérna uppi svo erum við bændablaði sem líður ágætlega en hinir eru bara, þið þekkið umræðana hjá Sín núna að hrikti í stofum þar menn eins og ég ekki lengur í hefðbundinni blaðamennsku frekar komnir í svona einhverju upprópanir með þáttastjórn og eitthvað svo leiðis og þar sem ég líti ekkit endilega lögmálum blaðamennskuna mér getur dottið í huga morgun að fá einhvern mann og ég kalla ekki til andsvör á sama tíma eins og ég var að gera ég var að skrifa grein og ægin maður getur sagt að ægin í blaðamennskunni ég sjá að hann svona svolítið hafa verið að færast til og minnka og þetta er allt saman stóra spurningar. Það er náttúrulega alveg ótrúlega mikill órói í fjölmiðla umhverfinu núna. Það er svo mikið með færsla af fólki og þetta með falli fréttablaðsins að þá mista alveg fullt af fólki vinnuna og það er rosa mikið færsla af fólki. Maður sér það bæði frá heimildinni og líka þegar sameiningin var það frá heimildinni og yfir á RÚV og frá RÚV og þetta með Sín alltaf vera að koma núna fréttur að fólk sé hætta þar. Þannig að það er svona órói allstöðar. Mér slíka órói
umræðinni, þannig að bæði órói í atvinnugreininni og umræðinni og þessi rekstrarlegi órói bara þú veist hvort að þeir eigi að vera að lifa eða ekki, en ég tek eftir í einmitt með hann uppgang af þessum þáttastjórnendum, svona eins og þú ert svona það sem að þetta snýst svolítið þú veist líka skoðanir þáttastjórnendan og þeir setja sig svona aðeins framar í umræðuna, eru ekki fyrir aftan að spyrja spurningana og maður tók eftir þessu sérstaklega fyrir alþingiskosningarna núna, hvað þessi hlaðvörp fengu alveg rosalega miklu hlustun og aðrir fjölmiðlar tóku það sem var í hlaðvörpunum sem fréttir. Þeir bjuggu til fréttir úr því sem var í hlaðvörpunum og þar með var hlaðvarpstjórnandinn og þessi hlaðvörp komið með ákveðið dagskrárvald en einmitt á hverju byggja þessar tekjur, þetta bara eitthvað svona já og svo þú veist, drekku við Pepsi eitthvað svona, þú veist, þetta eitthvað svona auglýsingarnir eru alltaf svona en talaðar eitthvað já, við situm hérna í svona stól eitthvað svona, þannig að mér finnst þetta rekstrar umhverju hlaðvarpsins þó ég hefur rosalega sjálf bara gaman þetta náttúrulega í rauninni. Hér erum við með, hér á samstöðinu erum við með áskrifendamódel. Við erum með bara góðan slatt af áskrifendum sem vonandi fjölgar. Þeir bera upp í dagskrána. Við erum eiginlega ekki með neinar auglýsingar og það hefur verið pólitískur styrkur frá sósíalistum en hann mjög minkandi og hann innan við 15 af rekstrafé okkar núna og kannski dettur hann alveg út. Þannig að við erum aðeins mótvegi við svona, þú veist, að þú varst að nefna á þann að við værum eiginlega ekki til í að borga fyrir fréttir eða fréttatengt efni en svona sumir eru byrjaðar að kveikja því. Já, og það auðvitað það sem við sjáum líka bara í löndunum í kringum okkur og mér finnst það að sjálfsagt að þegar við erum í þessu umhverfi að það mikil vinna sem fer í það að framleiða frétt og að kanna heimildir og fleiri neitt sjónarhóttn og bara sinna fagmöskunni og siðareglunum og öllu því þannig að mér finnst það alveg sjálfsagt að við eigum að vera að borga fyrir fréttir. Það auðvitað margt í þessu, við erum líka með ríkisfjölmiðil og hann að fá auðvitað sinn skerf af ríkisfjármagni hann þarf líka að standa strauma alls konar öðrum kostnaði og alls konar öðrum skildum líka sem að kannski ekkert endilega þær sem maður byrjar að horfa á maður byrjar að horfa á útvarpið og sjónvarpið en það margt annað líka og það eru þyngri lög sem að gilda ríkisútvarpið og það hvernig svo starfsemi á að vera en mér finnst áhugavert að þú fórst að tala líka þetta samstarf fjölmiðla og við höfum alveg séð líka vísa því í öðrum löndum og til dæmis á hinum Norðurlöndunum sem að mér finnst ekki kannski vera alveg nógu mikil samstaða en til á milli fjölmiðlana hér við erum svolítið í samkeppni ákveðna auglýsingabita og förum að rífa hvern annan í okkur sem að grefur undan traustinu almennt á fjölmiðlana á sama tíma og við erum með þetta flókna upplýsingaumhverfi í dag gríðalegt magn af upplýsingum og aðgengi upplýsingum mjög gott gervigreindin að koma inn og skýrsla Europol á alltaf gervigreind myndi framleiða 90% öllu efni á internetinu 2026 þetta gríðalegt magna efni og ekki allt búið til af fólki þannig að við þurfum að fara að leita í það hvar finn ég efni sem búið til af fólki og hvar finn ég efni sem búið til faglega af fólki sem ekki bara einhverja skoðanir og hvernig getum við og hvað kröfur getum við gert á fjölmiðla að sannreyna upplýsingar í þessu flókna umhverfi þurfum við að vera með tæki lögreglunar til þess að geta greina hvaða myndir eru raunverulegar í dag samstæða fjölmiðla þarna íslenskra fjölmiðla en svo líka bara samstæða og samstarf með öðrum stærri miðlum á Norðurlöndunum eða í Evrópu fer að skipta þarna máli því að þetta verður að vera það flókið umhverfi það verður erfitt að greina hvað satt og rétt áður við vitum af. En ert þú með skoðun eða eru þið hjá fjölmiðlanefnd með skoðun á því hvort það eðlilegt að hver pólitíska nefndin og fætur annarri kemst að þeirri niðurstöðu að það þurfa að gera eitthvað við yfirbúrastöðu ríkisstjórnsins en enginn gerir nokkuð sinni neitt, eru þið með einhverja skoðun á því? Sko, ég held að kannski ég get ekki endilega lýst yfir einhverju skoðun fjölmiðla nefndar þar en ég held að það sé alveg rétt að við skoðum þetta til dæmis eins og þegar við erum að útluta styrkjum til einkarekinna fjölmiðla við erum ekki að gera það alveg á sama hátt á hinu Norðurlöndunum og ég held að það er rétt að við lítum í það hvernig við útlutum styrkjum og styðjum við einkarekna fjölmiðla á Íslandi þetta byggir á því í dag dálítið að þú telur til sem mest af kostnaði og fær það tilbaka en þetta ætti kannski að vera aðeins öðruvísi þetta á ekki snúast það hver klókastur í að telja til kostnað og fá þannig tilbaka
styrk fyrir því heldur frekar að sé kannski einhver fasti að þú vitir að hverju gengur, að þú fáir ákveðin styrk og vitir svona cirka hver hann þegar þú ert farin að leggja upp næsta rekstrarár. Þannig ég held að sé alls konar þar sem við getum gert til þess að styðja stöðu fjölmiðla, líka með rannsóknum og gögnum að við vitum hvernig þessi heimur að breytast. Því það sem við höfum séð til þess að þegar við missum út Fréttablað, Hringbraut, N4 að það kemur lítið í staðinn. Já, samstöðin kom. Já, vissulega. Sorry, ég ætla ekki að gera lítið úr því, alls ekki. Við erum með hátt í 40.000 hérna Íslendinga sem að fylgjast með okkur í hverju viku. Algjörlega, en meira kannski, það datt út dagblað og nú var ég að kenna bæði í vísindaskóla unga fólksins og kenna þeim hvernig starfa fjölmiðlar, hver munur og fréttamiðl og samfélagsmiðli sem eitthvað sem ætti að vera bara almennt inn í námi, en þarna var ég að kenna svona áfanga og ég lendi því að ég átti bara erfitt með að finna útprentu blöð. Já. Ég fann út á Moggann og Bændablaði og það voru blöðin sem við unnum með en með að missa út þetta Fréttablaði það var dálítið vont að missa það út og eins líka bara í sjónvarsflórun okkar en vissulega, jú, samstöðin alveg hárrétt. Ég var sjálfur með 4 fréttir í gangi klukkan 11 að morgni á föstudegi á Fréttablaðinu þegar var búið til ritstjórnarfundar og 5 mínútur seinna var bara allt Fréttablaðið úr sögunni. Já. Þetta var svakalega dagur. Og við höfum ekki náð eins og þið bæði bendið á að fylla skarðið sem var til og það hefur verið furðulítil umræða það hvað þarna varð alvarlegur hlutur í íslenskri fjölmiðlasögu og mér finnst núna staðan hjá íslenskum fjölmiðlum svo alvarleg ef við undanskiljum blómlega stöðu ykkar á Bændablaðinu sem frábært að sko ég sé ekki betur en að það megi kannski ég svona í kerskni sagt að ditt okkur í hug að fylla Hæstarétt af fólki sem væri ekki löglært og væri til í að vinna þarna bara fyrir eiginlega engan pening. Ditt okkur það í hug. Við erum að kalla fjölmiðlana fjórða valdið og svo eru hinar 3 lagastöðurnar, dómsvaldið er einu þeirra. Mér finnst sko vanvirðingin sem við sýnum mikilvægi fjölmiðla og umhverfi fjölmiðla algjör að megi þetta svona fær fólk stundu til þess að hugsa málinu í öðru ljósi ef við vörpum þessari valdstóð þessari fjórðu valdsveimind ef við byggjum fólk að hugsa dómstólunum okkar af því að hér það þannig að hver sem getur orðið blaðamaður það oft valdir þeir sem eru til í að vinna fyrir minnstan pening það hefur ekkert að gera með gæðin nema að það sé neikvætt samband og blaðamennska sem fag og blaðamennska sem eitthvað sem að skiptir mjög miklu máli að sé í góðu lagi þetta bara svona tillitaða umræða hornsteinn lýðræði segir fólk en við erum ekki að sýna það í verki að mínu mati. Ég myndi alveg taka undir það og ég held við mátt að taka miklu betur utan það þegar við sáum Fréttablaðið detta út. Það átti að vekja okkur og hefði átti að gera það. Staðan auðvitað mjög flókin og ég held við ættum í staðan fyrir að fara að rífa niður hvar get ég tekið pening eða tekjur af hinum eða þessum það hjálpar okkur ekki. Það hjálpar okkur frekar að hugsa hvernig ætlum við að efla fjölbreytni í fjölmiðlaumhverfinu og styðja við þá fjölmiðla sem við eigum þannig að við missum þá ekki út heldur. Nú kenni ég fjölmiðlafræði í Háskólanum Akureyri og við sjáum þar að við erum að berjast við það að þetta þykir ekki heillandi nám. Nei. Og þá eru þetta nemendur að horfa á það hver eru tekjumöguleikarnir mínir, starfsmöguleikarnir mínir hvernig námið í dag, við erum að reyna alþjóðavæða það sem þýðir að íslenskan dettur út og það einna helstu áhyggjum nemenda að þau fá litla íslensku kennslu í fjölmiðlafræðinámi vilja fjölmiðlar frá fjölmiðlafræði menntaða starfsmenn til sín eru það óþægilegir starfskraftar sem að byggja á þessum faglega grunni þægilega að fá einhvern sem að bara fer og hlaupur og gerir mistökin ég velti því fyrir mér, hvernig eflum við fjölmiðlafræði sem faggrein auðvitað með námi, hvernig eflum við og búum við til notendur á fjölmiðlum og fréttum að því að það eitthvað sem að við sjáum að er flókið hjá ungu fólki skilja þau út á hvað það gengur, erum við búin að opna nógu mikið dyrnar og sína þeim hvað felst í því að framleiða frétt? Já. Ég ekki þess að. Nei og umfram þetta sem þú nefnir sem ég tek undir þá Sunna Valgerðardóttir hún var við þetta rauðaborð í fyrra einhver tíman og þá sagði hana þannig að hjá RÚV alveg nokkur ár sem tók eftir því að fólki sem kemur í starfskynningu það ætlar ekki að vinna sem fréttamenn það snertilenda og en það ætlar sér annað
og það er líka mjög stór ákvörðun fyrir unga manneskja ætla sér að verða blaðamanneskja eða fréttamanneskja vegna þess að kjörin eru ekki sérstaklega góð, vinnutíminn er erfiður, virðing samfélagsins er ekki mikil en á sama tíma þá er alltaf þessi tillidaga umræða að við erum alltaf að tala hve hlutverk fjölmiðla er mikilvægt en það er ekki samansammerki á milli orðræðunar og veruleikans finnst mér Nei, ég tek undir það að við tökum sem sjálfsögum hlut og tökum sem sjálfsögum hlut að geta fengið góðar fréttir ókeypis og það er vond en á sama tíma líka gagnrýnum þá mjög hart við sjáum til dæmis í okkar rannsóknum traust á fjölmiðlum, dómstólum og stjórnvöldum er á svipuðum stað eins og traust í garð ókunnur út á götu Ok, ef við tökum traust frá þessum helstu stóðum í samfélaginu, dómsvöldum, þá finnst mér lagi að dæma fólk sem dómsvöld á netinu. Fjölmiðlum, þá leita ég að upplýsingum og held mér upplýstum án þeirra, að því ég treysti þeim ekki. Og stjórnvöldum auðvitað, þá þurfum að taka valdið í okkar hendur, að því að en svo velta maður fyrir sér, skiljum við starfsemi stjórnvalds eða dómstóla eða fjölmiðla? Er þetta orðið og flókið? Að því auðvitað við vera gagnrýnin og ég er ekki að segja það að við ekki vera gagnrýnin á stjórnvalda eða dómsvalda eða fjölmiðla en það er vont þegar traust fer því það getur verið ofboðslega erfitt að vinna allir baka og við þekkjum það alveg úr fjölmiðlaheiminum að það tekur langan tíma að byggja það upp Við hér líka á Íslandi og hinu Norðurlöndunum byggjum á sögulega miklu trausti Við hér búum við opið lýðræði og viljum ekki ákveðna ritskoðun og upplýsingar frá stjórnvöldum sjálfsögðu ekki svo erum við önnur lönd sem í stríði í heiminum þau byggja því að þar er verið að ritskoða alls konar upplýsingar því það eru óþægilega stjórnvöldum þar þegar að þau eru í stríði þá vilja þau reyna að fá umræðan í hag með sér og sinni hlið fyrir að fara að beita upplýsingum og þess vegna talaðu að í stríði er sannleikurinn það fyrsta sem deyr Við höfum auðvitað ekki landamæri öðrum löndum en þegar kemur að svona upplýsingaóreiðu í tengslu við stríð þá auðvitað berst hún hingað eins og annar staðar. Markmiðið þar er að gera okkur sem fólk líka óvirt að við hættum að bregðast við, förum að vantreysta fjölmiðlu stjórnvöldum dómstólum. Og þegar að við förum að vantreysta þeim á sama tíma og kveikt undir ákveðnum svona öfgahópum í samfélaginu okkar þá kemur upp mjög erfið og vond staða og trausti dvínar í bara öllu samfélaginu og það verður erfitt að byggja það upp aftur. Sérstaklega að þetta er út gagnvart fjölmiðlum því að við viljum auðvitað ekki að stjórnvöld séu þau sem er ritstýra fréttaflæðinu, það eiga að vera fjölmiðlar út í okkar samfélagi. Já. En eitt af hlutverkum ykkar sá ég á heimasíðun að eitt af verkefnum ykkar að auka fjölmiðlalæsi. Já. Og það líka svolítið snúið hér í þessu landi af því að við höfum svo litla og stutta sögu af raunverulega faglega hlutlægri fjölmiðlun. Hún var þarna lengi vel á höndum flokkana, við vorum með flokksblöð, Ríkisútvarpið var með mjög milda fréttastefnu aðalega svona upplýsingatekk þeir voru ekki mikið að skipta sér að taka afstöðu og svo breytist þetta allt á einum degi í markastrifna fjölmiðlun, allt og hratt kannski og það líka bæjas, markastrifin fjölmiðlun er líka bæjas og núna erum við bara svolítið með ekki neitt það er það er svolítið mín tilfinning og þannig að almenningur er ekki vanur að rýna fjölmiðla með þeim hætti sem borgarasaga ríkjana í kringum okkur sem kannski 200 árum lengri en okkar og varðar fjölmiðla líka að við erum ekki vön að rýna í mikilvægi blaðamennskunar heldur erum við fyrst og fremst alltaf býtu hver skrifar, hvers vegna, já, hann í þessum tilgangi við erum enn að býta úr nálinni En við erum líka bara að fæða þessu upplýsingaóreiðu með það var einhver hjá þér fyrir 2-3 vikum sem var að tala að það vantaði til þess ritstjórn á mbl.is og meðan Morgunblaðið þætti bara gott blað og það var mbl.is einhvers konar annar miðill sem að felst í því að dæla eins mikið af efni út saman með Vísi við erum að fæða þetta minna traust með því að vera að varpa endalaust á þessum hraða þessum hann segir þetta á þessum samfélagsmiðli og það orðið frétt. Mér finnst þetta líka vera pínu fjölmiðlana að bera svolítið ábyrgð á því hvað þau láta út en á endanum
þá verðum við samt að fá fólk til þess að lesa. Ég bara, þetta er mjög flókið en þetta, ég skil alveg að traustið sé að minnka þegar miðlarnir eru í rauninni ekki að gera það kröfur að sjálfa sig að hver einasta frétt sé í einhverju leyti greinandi en ekki að vera að taka bara upp fréttatilkynningar sem þeim sent og bara byrt svolítið ógagnrýnið og þar varpað ég vel fram, þú veist, upplýsingum sem eiga kannski ekki einu sem við rök að styðjast eða leitast eftir að fá hitt áliti áður en að þessi bara samkvæmt þessum, þá segir hann þetta. Og rífa hvernig hann í sig í staðin fyrir einhvern veginn að frekar horfa það. Hvernig öflugu þetta fjölmiðla læsi og ég fekk þetta hlutverk í hendurnar. Þetta var mitt verkefni að því þetta skrifað í lögin að þetta okkar hlutverk að efla miðlalæsi 2021, enginn verið í þessu starfi efla miðlalæsi alls almennings á Íslandi flott, frábært og ég að segja frá þessu í erlendu samstarfi ymmit og það bara gangiði velvinnur hvernig ósköpunum gerum við það og það sem þetta byrja að gera var rannsóknir við erum ekki með rannsóknir en í öllu löndunum í kringum okkur eru við búin að gera rannsóknir í fleiri ár og við erum búin að vera að vinna þessu markvisst hver stefnan hér þegar kemur á þessu hvernig eru við að kenna þetta hvernig eru við að tala við ungt fólk því miðlalæsi bara hæfnin til þess að leita, skilja, greina, meta og skapa upplýsingar og öruggan og skilurgan hátt þetta bara lykil hæfni í nútíma samfélagi og hvað eru við að leggja mikið í þetta? Ég er búin að vera að ferða á flugi, ég er búin að heimsækja núna 100 skóla út allt Ísland, ég er búin að tala við 12.000 börn og ungmenni að reyna að einhverju leyti að efla þetta og ég er ekki að segja að ég ekki verið að gera neitt. Það er ýmis verkefni hér og þar en þetta er ekki nógu föstu formi. Það er ekki nógu mikil stefna í því hvernig við ætlum að gera þetta. En samt gott að heyra af þessari viðleitni. Já, það er ekki alltaf þannig að við ríkisstarfsmenn séum ekki að gera neitt og við erum nú vinsæl stofnum, við lendum yfir efst á blaði þegar að fara að leggja einhverja niður sko. Jakob Bjarni Gretarsson er ekki hrifinn af ykkur. Nei, en ég held að hann kannski sé heldur ekki alveg meðvitaður þessa hliða okkar starfsemi. Við hugsum fjölmiðlunefnd og förum hugsum við höfum eftirlit með fjölmiðlum og fjölmiðlar kannski eru ekki sérstaklega hrifnir af eftirliti með fjölmiðlum. Og það þarf auðvitað einhverja framfylgd með lögunum en svo erum við líka í þessu að framkvæma rannsóknir við erum með fræðsluefni, við erum að tala um börn, ungmenni, eldri borgara, fræða kennara þetta er svona ósynlega hlutin okkar starfsemi Þetta er alveg ótrúlega mikilvægt núna á þessum tímum mikilvægt en því ég var í grunnskóla að krakkar fái að læra í dag að þurfa að greina einhvern veginn og vefa einhvern veginn í þessa upplýsingaórið bara þannig að þessi bara meðvituð það allt sem að stendur á YouTube er ekki satt sko. Það þarf bara að kenna þeim það og ég er á TikTok og ég er ekki að fylgjast með þessu fréttum og ég gríp eitthvað þar og ég fer að deila því áfram og það eru sko mörg þúsund view á þetta, það hlýtur að vera sannleikur það er þannig sko að ég held að, og þau átta sig ekki enn til á því hvað ert þú að gera hérna þessi fjölmiðlamaður af hverju ég frekar að hlusta á þig og mér finnst það sem þú ert að skrifa bara leðilegt og neikvætt og bara og ég fer að hlusta á einhvern annan og svo hefur það áhrif á skoðanir minnar og áðurinn veit að vera í dottin inn í einhverjar búblur af því að skulum hafa það alveg á hreinu algoritminn hann miðar ekki að ég samin okkur sem samfélag hann miðar að því að flokka okkur í mismunandi litla hópa og svo þarf hver hópur auðvitað að vera með sinn málsvara í einhverju umræðu hver sameinar okkur hér sko, þegar neti mætir og samfélagsmiðlar þá átti þetta að vera svona opin vettvangur fyrir lýðræðislega umræðu það sem allir geta ókeypis háskóli fyrir allan almenning svo sjáum við bara upplifuna hatri, áreitni, ögrunum og við sjáum að fólk er farið að hætta að taka þátt leiti í lokaða hópa eða færa sér burt þetta endurspeglar ekki litur á samfélagsins þessi umræða þar En hérna Skúli Bragi Geirdal, fjölmiðlanefnd, gangi þér vel í þínum störfum. Ég oftar að kannski biðja að koma oftar að þessu rauðaborði og ræða fjölmiðla. Gaman að spjalla við þig. Sjálfsagt sem gaman að kynast þér. Og Guðrún Hulda, ég óska þér góðs gengis og bara fyrir hönd íslensku þjóðuna og þá vil ég þakka þér fyrir. Ertu búin að ákveða hvað þú fara að gera? Nei, ég er ekki búin að ákveða hvað ég ætla að gera. Það er nýr ritstjóri að taka við, þann Þröstur Helgason. Já, engin smá kanóna. Nákvæmlega. Fyrirverandi sá lesbók Moggans og svo dagskrárstjóri hjá RÚV. Já, ég man sko eftir því þegar ég var að hefja minn feril, rétt liðlega 20 upp á Morgunblaðið, þá var Þröstur og Ólafur Stephensen, by the way, báður svona millistjórnendur sko, á innstu koppar í búri Morgunblaðsins sko. Þannig að það er mjög gaman að fá hann í held að bæði sko
þetta sé styrkur fyrir bændasamtökin að fá svona reynslu mikið ritstjóra en svo hann líka bara að taka við alveg ótrúlega skemmtilegu verkefni og góðu búi og bara rosalega góðum starfshóp með alveg ótrúlega marga möguleika í að þróa blaðið lengra, þannig að það verður bara mjög gaman að sjá en blaðið verður einmitt 30 ára núna í mars. Hvað er það að segja? Það verður búið að vera gefið út af bændasamtökunum í 30 ár núna búin að þingja, þannig að við ætlum að halda örlítið upp á það. Reyndar saga bændablaðsins aðeins lengra, það var stofnað árið 1987 af bændasonum, Bjarna Harðar og fleirum. Já, og hann já, en svo hefur blaðið verið gefið út núna í 30 ár frá bændasamtökunum og við ætlum að halda þessu upp á það. Magna. Það verður svona síðasta blaðið sem ég ætla að taka þátt í aðverðina. Ég ætla að fara að vinna eitthvað minna. Kæra þakki fyrir komuna. Virkilega gaman að fá ykkur bæði og ykkur hlustendum og horfendum þakka ég samveruna. Við förum yfir í aðra sálma. Ekki fara langt eftir andartak nýtt efni. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með 40 til 89 starfsmenn í fyrsta sæti Þjóðskrá Íslands, í öðru sæti Menntaskólinn á Ísafirði og í þriðja sæti Vinnueftirlit ríkisins. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.